Ásdís, það verið að kynna hér styrki fyrir atvinnumál kvenna. Í hverju felast þessi styrkir svona helst? Þessi styrkir eru veittir árlega og eru veittir af velferðarráðherra og það eru 35 milljónir sem eru í pottinum og forsenda fyrir því að sækjum styrki að það sé eitthvað nýnæmi í hugmyndinni og atvinnusköpun og aðgang að þessum styrkjum hafa allar þær konur sem hafa annarkvort frábæra hugmynd eða fyrirtæki og geta þá sótt styrk til vöruþróunar, markaðssetningar og annað slíkt. Og svo erum við líka með styrki til þess að gera viðskiptaáætlanir. 35, það yfir allt landið? Já, þetta eru styrkir fyrir konur alls staðar á landinu og það hefur reyndar verið þannig undanfarin ára að þetta hefur skipt svona til helminga. Helmingurinn fer á landsbyggðina og helmingurinn á höfuðborgarsvæðið. En við erum svona að kynna þetta hérna víða land og akkurat til þess að hvetja konur á landsbyggðinni til þess að draga hugmyndirnar sínar upp úr skúffunni og gera eitthvað með þær og vonandi fáum við hérna góða mætingu á eftir. En hvernig ferlið frá því að með umsókn þar til að úthlutun verður? Umsóknarfrestur til 24. febrúar og þá tökum við allar upp umsóknirnar og ég fer svona yfir þær og tek út þær sem eiga ekki heima vegna bara annarkvort eru þær ekki nægilega vel gerðar eða uppfylla ekki skilyrði. Síðan tekur ráðgjafarnefnd við boltanum og hún fer yfir og metur umsóknirnar eftir ákveðnum þáttum, nýnæmi, samkeppni, lýsing og viðskiptahugmynd og áætlanagerð og gefur þeim stig og síðan raðast þá umsóknirnar upp að lokum eftir þeirri stigagjöf. Geturðu nefnt með dæmi fyrirtæki sem hafa orðið þannig til? Já, ég var nú svona að kíkja á það sem hefur verið gert hérna á Norðurlandi og það má til dæmis nefna sögusetur Bakkabræðra sem fékk styrk hjá okkur og Laufabrauðssetur. Síðan hérna yfir í Húnavatnssýslunni bæði kanínurækt sem Birgit Kosicki er að setja á laggirnar og Sæluostur og sveitinni sem líka verkefni í Húnavatnssýslunni. Og þetta eru oft svona lítil sprotaverkefni sem síðan mjög gaman að fylgjast með því að þó að það sé ekki risafyrirtæki þá þetta samt, það verið að búa til störf og þó það sé ekki nema starf fyrir 1-2 þá þetta virkilegt innlegg inn í atvinnuuppbyggingu. Og hversu mikils virði að fá styrk sem viðurkenningu? Það hefur einmitt komið í ljós að þegar við spyrjum styrkhafa, við gerum alltaf könnun á því reglulega hvernig styrkurinn nýttist og hvort að það séu ennþá að halda áfram og í síðustu könnuninni þá kemur í ljós að allar ætla að halda áfram með hugmyndina og auðvitað eru mjög ánægðar með að fá fjármagni en ekki síður ánægðar með að fá hvatninguna sem felst í því að fá styrkinn. Það verið að segja þeim að það sé eitthvað varið í hugmyndina og verkefnið og það mjög mikilvægt líka. Já. Og svo það Svanni, lánasjóðurinn. Já, við ætlum að kynna Svanna líka sem lánatryggingasjóður. Það verkefni sem Vinnumálastofnun heldur utan líka og snýst það að frumkvöðlakonur geta fengið lán og þurfa ekki að leggja fram veð. Og þetta auðvitað, það getur verið mjög erfitt að nálgast fjármagn í þessu umhverfi okkar í dag, þar sem að oft eru eignir mjög veðsettar ef að þær eru þá til staðar. Og við erum búin að úthluta 3 og 12 verkefni hafa fengið lánatryggingu. Og þetta verkefni tilraunaverkefni út þetta ár og við erum einmitt svona í þeim fasa að úthluta núna, það opið fyrir umsóknir núna fram á vorið. Þannig að endilega hvetja konur til þess að skoða þennan möguleika líka. En styrkirnir, þeir eru á hverju einasta ári? Já, þeir eru auglýstir alltaf í janúar fram í febrúar og svo erum við að úthluta svona fyrir páska oftast. Og við ætlum að breyta upp á nýjungum núna, við ætlum að bjóða upp á svona handleiðsluverkefni. Það sem að fá styrk þeim boðið að taka þátt í því, þá þetta svona vinnustofa, byrja með vinnustofi þar sem þú fer í gegnum markmiðið þín í verkefninu og hvernig þú ætlar að vinna það. Og síðan handleiðsla á meðan á verkefninu stendur og síðan í lokin þá haldin önnur svona vinnustofa. Og með þessu viljum við svona hvetja til þess
Já, eða bara við viljum að verkefnin gangi þetta upp, gangi vel og höldum að þetta verði gott tæki fyrir konurnar.